Jæja Lárus, þetta kannski leikur tveggja hálfleika. Þið voru kannski ekkert sérstakir í fyrri hálfleik en komu sterkir tilbaka í seinni. Hver svona þín upplifun eftir leik? Já, hún svona eitthvað í þá áttina. Við vorum svona sérstaklega til að byrja með það áttu við smá erfiðleikum með að ná í þá og þeir voru grimmari við í upphafi leiks en við náðum að laga það í lok fyrri hálfleiks og vorum mun betri undir lok fyrri hálfleiks og í seinni hálfleik. Og í fyrri hálfleik þá voru þið sérstaklega í vandræðum með að verjast fyrirgjöfum. Ég veit ekki hvað, ég taldi 15 fyrirgjafi og sikkur kantinum í fyrri hálfleik. Þannig eins og, hleyptum alltaf mikið í svæðin þar, sammála því? Já, það voru ekki bara svæðin þar. Fyrirgjöf svæðin þar, það var líka bara, við vorum aðeins að tellja þetta vitlaust og við lögum það inn í leiknum. Það voru svona cirka 15 mínútur fyrir fyrri hálfleik. Svo er það ekki bara það heldur. Við vorum líka að tappa inn í þeim sem ef þú ert að tappa inn í þá skiptir ekki máli hvaða leikir þú ert að spila en við lögum það í seinni hálfleik og frekar fólk að labba inn í burtu með ekkert stig. Ég held að með hvernig leikurinn spilaðist þá var það með ólíkindum að við höfum ekki skorað mark. Þið voru svolítið óöfnir og áttu nokkuð dauða færi og getið jafnvel taldir óöfnir að ekki ná allan eitt stig. En svona að varnarleiknum, hvernig hann hefur náttúrulega verið svolítið hausverkur í sumar og þú ert náttúrulega fyrirverandi varnarmaður. Ertu svona pínu sáttur með svona, sérðu batamerki á honum? Já, þessum leik heilt yfir þá vörðustu alveg ágætlega sko. Það var helst fyrir hlutina fyrri hálfleik sem vorum í smá vandræðum og varnarleikur það snýst ekki bara markmanninn og aftast við línuna, það snýst allt líf. Og við vorum í smá vandræðum og þeir höfðu mikið tíma á bolta og þegar við loksins náðum í þá vorum við ekki að vinna okkar einvígi. Þannig að ánægður með Árna Marino í markinu. Hann varði mjög vel í fyrri hálfleik og hélt okkur inn í leiknum. Og þannig að held ég þá er bara sáttu við varnarleik. Það var gaman og talar hann Árna Marino hann hefur legið undir smá gagnrýni fyrir frammistöðinu sínu í sumar og hann var virkilega flottur í þessum leik. Þannig að það hlýtur að vera gott svona boost fyrir hann að horfa fram á við. Já, mjög gott fyrir hann og ég menna hann eins og margir hafa þurft að bæta sig og hann heldur betur að stíga upp og aðri leikmenn líka. Svona heilt yfir þá er ég bara ánægður með okkar leikmenn. Eins og ég sagði við hann í klefa þá er þetta bara prósess og nú heldur bara það áfram. Nú er það bara næstu leikur og það er KR á mánudaginn til viku. Einmitt. Og nú er náttúrulega Dino ennþá, hluti af þjálfarateyminu. Er ekki svona Akureyrar einvígi ykkur á milli? Þú ert hvað Þórsari og hann KA-maður eða ekki? Nei, við erum báðir Skagamenn. Þeir eru báðir Skagamenn, já, ég skil þig. Herru, bara takk kærlega fyrir viðtalið. Já, takk sem leiðis.